Við sáum hér í upphafi tölvugerða mynd af hverastrýtum úti fyrir Arnarnesi við Eyjafjörð, einum vinsælasta köfunarstaðnum við Ísland. Frá aldamótum hefur ýmislegt verið uppgötvað sem tengist jarðhita fyrirbærum á hægfara flekaskýlum, þar sem jarðskorpu flekar skríða hægt og rólega hvor frá öðrum. Ísland er einn af örfáum stöðum í heiminum þar sem slík sprunga nær upp fyrir yfirborð sjávar og við erum á Atlantshafshryggnum. Víða á hryggnum má finna heitar lindir þar sem í gangi eru fjölbreytileg jarðfræðileg ferli, líffræðileg og efnafræðileg, til dæmis hverastrýturnar sem eru á 2 stöðum á botni Eyjafjarðar, á litlu dýpi þar sem vel sést til við köfun. Við erum heppin að hafa þessi fyrirbæri svona aðgengileg hér við landið, en því fylgir líka að við verðum að gæta þeirra vel og ganga varlega þau. Á síðustu árum hefur smám saman bæst við þekkingumanna á hverastrýtum í sjó. Þær geta verið á ólíkum stöðum og í misjöfnu umhverfi í grennd við sprungur. Svæði eins og strýtusvæðin í Eyjafirði eru nógu langt frá meginsprungunni til að þau geti orðið langlíf. Sprungubeltið sem gengur gegnum Ísland gliðnar líka fremur hægt og því gefst náttúrunni þarna meiri tími til þróunar en ef hverirnir væru nærri sprungu sem gliðnaði hraðar. Fyrstu neðansjávar hverastrýturnar fundust við Galapagoseyjar árið 1977 og þær eru nálægt brotabeltum þar sem meira gengur á. Menn sáu að þessi svæði voru einstök að mörgu leyti, ekki síst vegna sérstakra lífvera sem lifa þar algjörlega óháðar sólarljósi. Menn veltu vöngum yfir því hvort þarna væri að finna skilyrði þar sem líf geti hafa kviknað í fyrsta skipti á jörðu, jafnvel þótt umhverfisaðstæður væru mjög harðneskjulegar og brennisteinsríkt hveravatnið oft meira en 400 stiga heitt. Síðar fóru að finnast hverastrýtur lengra frá brotabeltunum þar sem aðstæður eru allar mun mildari. Aldamótin fundust hverastrýtur í kringum 30 gráðu norður, 15 km vestan við Atlantshafshrygginn. Frægasta svæðið er kallað Týnda borgin eða The Lost City og þar hafa hlaðist upp kalkstrýtur allt að 60 metra háar. Af rannsóknum manna á þessum neðansjávar hverasvæðum hafa sprottið nýjar hugmyndir hvernig lífið kviknaði á jörðinni. Vísindafólk hefur varpað því fram að lífið á jörðinni kunni að hafa kviknað úr einföldum efnum eins og vatni og steinefnum við þessar sérstöku aðstæður þarna niðri. Heillandi tilgátur en líka heillandi að við skulum hafa svona magnaða neðansjávar hveri og hverastrýtur í sjónum við Ísland og það á svo grunnu vatni að auðvelt er að skoða þær og allt það líf sem kringum þær þrífst.